Baldur, fæstir vita það, en þú hefur orðið Íslandsmeistari með KR og nú ert þú að henda þeim út úr Íslandsmótinu. Þínir gömlu liðsfélagar, þeir hljóta að hugsa þér þegjandi þörfina eða ekki? Nei, mínir menn sem voru með mér í 90 árgangunum, þeir halda allir með Þór Þórðarson. Það er bara þannig. Þeir eru allir fagnandi heima núna. Er það líklegt? Sérstaklega Snorri Páll og Pétur Jakobsson og svona kallar. Þetta eru menn sem bara tapa sér heima núna í grænum búningum. Það er bara þannig. Sérstaklega líka Davíð Birgisson sem lagði skóna á hilluna snemma. Hann er mjög sáttur með kallinn. Það er bara þannig. En ef við gerumst öllu alvarlegri, 3-1 á móti KR, það er svolítið, það er smá töffaraskapur í því eða ekki? Það er bara mjög töff. Þetta sýnir bara styrkinn í liðinu hérna. Við erum bara menn sem eru tilbúin að gefa allt hérna í þetta og við uppskárum eftir því. Þetta var bara algjör snillt. En bara voru að berjast til seinasta blóðdropa hérna í öllum leikjunum, náttúrulega líka fyrsta leiknum þegar þeir unnu sko. Við gáum bara allt í þetta. Talandi um að berjast, það kemur svolítið í þinn hlut. Menn orðnir sáttir við svona sín hlutverk og þú skila því ánægju þó þú ert kannski ekki alltaf að skora mikið. Já, ég kem bara hérna og gef liðinu það sem ég get gefið því og ég meina ef það er að skila okkur svona langt þá er maður bara mjög ánægður sko. Þetta er bara algjör snilld sko. Það er alltaf að vera að tala um þessar sögubækur og þeir eru að gera eitthvað nýtt. Þeir eru komnir í úrslit. Verður þú var við það hérna í heimabænum að fólk sé nú að fylgjast vel með þessu og hafi skoðun? Já, ég get nú ekki neitað því að taka eftir því. Þegar ég sá blöðrur hérna þegar ég var að keyra hérna, blöðrur og öllum ljósastunum grænar, þá veist ég ekki bara alveg hvað var í gangi sko. En ég minna það var, þú veist, það er alltaf það sem að kemur þá er verið að ræða þetta bara og þetta er bara almálið í dag og það er bara gaman að því að fólk hefur áhuga fyrir þessu og mætir hérna gjörsamlega vitlaust að leik. Maður sér hérna fólk bara upp í stúku að tapa sér hérna þegar maður horfir á stúkuna sem er frekar rólegt sko. Það er bara algjör snilld að fylgjast með þessu. Framhaldið, þeir eru komnir í úrslit. Hefur einhverja tilfinningu fyrir þig hvort þið fáið Grindavík af Stjörnuna? Nei, ég eiginlega bara að maður getur ekkert spáð í þetta. Það getur alltaf allt gerst í þessu bara. Það var náttúrulega auðvelt að segja að það var 2-0 daginn að Grindavík var að taka þetta en ég meina svo innan er í Grindavík og svo geta þær tekið næsta heima þá er þetta bara orðið rotta leikjaskipur þannig að það er erfitt að vera að spá eitthvað í þetta maður bara mætir þeim sem maður mætir og verður að vera tilbúin í það. Gerur ráð fyrir því að verið talað um ykkur sem einhverja underdogs sama hvort liðið fáið? Eftir að við tökum KR 3-1 þá veit ég ekki hvort það verið talað um einhverja underdogs, þetta er bara 2 lið sem vilja vinna og þetta verður bara brjáluð barátta titilinn.